þetta nú meira ástandið hérna. Það sennilega komnir 2 mánuðir þar sem við erum bara búin að vera í veikindapakkanum hérna familjan. Ég var með streptokokka, var búin að vera með hálsbólgu í 5 vikur og var að klára pensilínskammtinn með þar. Berglind liggur uppi með lungnabólgu og mögulega inflúensu. Vikurnar allar þar á undan þá Áslaug litla búin að vera bara liggur við annað hvern dag með hór og hita, þannig að hún ekki geta farið til dagmömmunar. Ef hún var ekki lasin, þá var hreinlega dagmamman lasin. Þannig að þetta búið að vera svona stremptíðabil pínlítið og ekki það skemmtilegasta í heimi, ekki það skemmtilegasta. Fyrir vikið er maður nú ekki búinn að taka mikið af vídeói. En það eitt sem ég svolítið mikið að spá í þessa dagana og mér langar að tala skoða ekki. Hárið að mér allt í klessu og alls og skeggið að mér þess vegna ég er með húna. Það sem mér langar til þess að tala er þessi umræða í samfélaginu, umræða inn á þingi með ráðherra og fleira sem sagt möguleikann á veggjöldum inn og út úr Reykjavík. Þetta er eitthvað sem kemur svolítið sterklega við mig og snertir mig mikið því að ég er alltaf bý hérna í Keflavík og Reykjanesbæ eftir hvernig þú vilt horfa á þetta, hvernig þú spyrð og vinn inn á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að ég er alltaf að keyra Reykjanesbæna fram og tilbaka. Og mér er ekki bara út af vinnu, maður á vini og fjölskyldu í bænum líka sem maður heimsækir og hittir svona einu sinni og aftur nú veit ég að þetta er bara til umræðu og allt þetta og greinilegt að samfélaginu er ekkert ofboðslega hrifið af þessari hugmynd en hún virðist samt sem að vera frekar þrautseig og það er eitthvað verið að skoða einhverja möguleika núna. En eitt af því sem ég heyrði í svona einhverjum útfærslum með þessu, þá ætla að tala að sjálfsögðu yrðu sett upp einhvers konar afsláttagjöld þannig að þeir sem eru alltaf að keyra þetta þurfti ekki að borga háar upphæðir í hvern skipti og þá varum við að tala það að með afslætti þá myndi jafnvel verðið nást niður í einhverjar 150 krónur per ferð. Það hljómar ágætlega svona ef maður þarf ekki að keyra þetta oft og þá fengi maður væntanlegan afslátt. En ef við fyrir aðeins að reikna það, ég fer svona 250 ferðir á ári plús í bæinn, hérna. Bæði bara til vinnu og síðan eins og ég segi til að gera eitthvað annað, fara í hádegisdögum og frídögum og svona að hitta fólk. 250 sem í bæinn, það þýðir 500 ferðir því ég þarf að komast tilbaka aftur. Þannig að ég keyri 500 plús ferðir Reykjanesbrautina á hverju ári. Ef ég ætti að borga 150 krónur fyrir hverja ferð, þá er þetta 75.000 kall á ári fyrir mig. Og mér finnst það bara ansi strembið. Svona að greiða það fyrir þjónustu sem ég hélt þó allavega að við værum að borga fyrir nú þegar. Ég borga mína skatta. Ég borga olíugjald af eldsneytinu á bílnum hjá mér sem ég skilst nú að eigi að fara í þennan málaflokk, samgöngumálin, en sé nú ekkert endilega að gera það. Og það er svo sem annað mál, ég er ekkert sérstaklega hrifinn af því að ákveðnir skatta sé eyrnamerktir einhverjum ákveðnum hlutum. Ég vil bara að við greiðum, eða notum sem sagt, skattar náttúrulega greiða fyrir það sem er brýnast hverju sinni. En það breytir því ekki að ég borga eitthvað cirka 75.000 kall mjög gróft reiknað í olíugjaldið nú þegar. Til svona miðað við það að olíugjaldið sé það þriðjungur af eldsneytisverðinu. Þá er það svona miðað það magn sem ég keyri af kílómetrum og miðað við eyðsluna á bíltíkinu hjá mér, cirka 5 lítra á 100, það dísel, þá kemur hann sér nátt í að vera annars 75.000 kall á ári sem ég borga bara í olíugjaldið sem hlutfall af bensíni eða eldsneyti. Þannig það er í sjálfu sér verið að bæta þriðjungi ofan á eldsneytisverð fyrir mig á Reykjanesbrautinni og það er ansi blóðugt. Og svona yfir höfuð þá er ég heldur ekkert óbúslega hrifinn af því að við greiðum tiltölulega háa skatta og að við séum síðan alltaf að greiða sérstaklega fyrir einhverja þjónustuliði fyrir utan það. Ég hef fullan skilning á ástandinu sem ríkir og sér aðstæðum á Íslandi. Það er margir sem skattar eru vondir. Mér skattar ekkert vondir og skattar eru þarna til að greiða fyrir grunnstoðirnar í samfélaginu sem við viljum byggja saman og ég ger mig grein fyrir því sömuleiðis að aðstæður á Íslandi eru þannig að grunnkostnaðurinn er alltaf svolítið hærri. Við erum það fá. Við erum lengst út í ballarhafi og við erum fá sem þýðir það að það kostar meira að starta. Startkostnaðurinn og allir þjónustur eru hærri. Og fyrir vikið fáum við ekki eins mikið fyrir skattpeningana okkar eins og fólk fær í stærri samfélögum og það er bara eitthvað sem við þurfum að sætta okkur við og gera okkur grein fyrir. Hins vegar held ég að það megi margt gera til þess að vinna betur úr þeim fjármunum sem safnast og við vitum það alveg að það hefur verið að sólunda peningum hægri vinstri og ekki sérstaklega vel farið með almannafé kannski á öllum vígstöðum og þetta getur verið að sé partur af
þessi vandamál á sama meiði að svona fólksfæðin, að hún hreinlega bara þannig að við höfum ekkert allt og mikið af high caliber fólki eða miklum fjölda af high caliber fólki að velja þegar kemur að því að finna fólk til þess að stjórna landinu. Svona að því gefum til að byrja með að fólk sé tilbúið að gera það af heilundum, því við vitum náttúrulega alveg að það eru aðilar, við þurfum kannski ekki að horfa sérstaklega langt í pólitíkinni til þess að gera okkur grein fyrir því að það eru aðilar sem eru í pólitíkinni virðist vera alltaf að gæta annarra hagsmuna en almennings, svona vina sinna vandamanna og sjálfsín og eru þarna eiginlega aðallt til þess að verja status quo og passa að peningar renni í rétta vasa. Þannig að burt sér frá því, jafnvel fólki sem er í þessu heilundum, það kannski okkur vantar fleiri hausa og meira úrval þegar kemur að fólki. En já, það var eitthvað annað sem ég ætlaði að nefna í þessu samhengi sömuleiðis, sko. Linnusölokið eitthvað að renna til hérna. Já, það er annað sem að hefur dúkkað þessu upp og svolítið í umræðinni suður frá og tengist þessu. Ég veit ekki hvort að þetta mikið í umræðu í fjölmiðlum annars staðar en í lokalfjölmiðlum á Víkurfréttum og Suðurnes, á Suðurnesjum. Það er þóttið talað hinn þáttinn sem ég sá að mönnum hefur lengi þótt, og nú skilst mér að töluleg gögn styðja þetta, að mönnum lengi þótt sem endurgreiðslur ríkisins eða stuðningsgreiðslur ríkisins til almannaþjónustu á Suðurnesjum séu bara úr samræmi við fólksfjölda og séu bara hlutfallslega úr samræmi við það sem greitt er annars staðar. Og nú veit ég ekki alveg hvaða rök liggja baki því að þessi hefur ekki hreinlega bara verið kippt í liðinn. Því það er gríðarlega ósanngjarnt að horfa til þess að við greiðum sömu skattprósentu og aðrir landsmenn að sjálfsögðu, skiptir þetta í skatta og útsvar og allt það, en sá hluti sem fer í skattinn, hann rennur til ríkisins og á auðvitað að vera notaður til þess að greiða fyrir okkar grunnþjónustu tilbaka, en virðist ekki skila sig hingað til samfélagsins. Og mér skilst að þessi skekkja hafi aukist gríðarlega upp á síðkastið vegna þess að fólksfjölgun í Reykjanesbæ hefur verið gríðarlega undanfarin ár og endurgreiðslur eða þessar stuðningsgreiðslur, stóðgreiðslur tilbaka frá ríkinu hafa ekkert verið að elta þennan fólksfjölda. Þannig að hlutfallslega er rekstur á samfélaginu að vera dýrari og dýrari vegna þess að við fáum ekki skattpeningar okkar tilbaka í þetta, þeir eru notaðir í eitthvað annað. Og svo núna fara einangra okkur frá höfuðborgarsvæðinu með því að tryggja það að við þurfum að greiða eitthvað veggjöld til að komast á milli landshluta. Þetta finnst mér ekki sanngjarnt. Það er alveg staðreynd, þetta finnst mér ekki sanngjarnt. Það er alls konar hluti sem eru ósanngjarnir og alls konar hluti sem á væl yfir. Sumt er væl, þetta finnst mér bara hreinlega að vera ósanngjarnt. Og þetta er eitthvað sem þarf að laga. 1, 2, 3. Já, við séum þetta gott. Ég búinn að rausa nóg. Það taka þetta linsulokk sem alltaf að detta hérna og kveðja það sinni. Myndaðu þetta maður.